Já. Ef Alþingi ákveður að fara frá leið að draga frekar þetta frumvarp tilbaka í staðinn fyrir að setja í þjóðaratkvæðagreiðslu eins og gert var í tengslum við fjölmiðlalögin, nægir þá nýju Alþingi einfaldur meirihluti til þess að Icesave-samningarnir hljóti náð þína, og eins er þetta því að þú vísar til þess að ný ríkisstjórn eða nýtt Alþingi hefur ekki tekið afstöðu til þessa máls, heldur að sama Alþingi og kaus það í desember 2009. Er þá ekki sanngjarnt að segja að fólk hefur heldur ekki tekið afstöðu til þess að forseti muni beita synjunarvaldi sínu með þeim hætti sem þú hefur gert núna í þrígang? Já, ég beitti náttúrulega þessum rétti sem nú ekki neitunarvald, heldur er áfrýjun málskotsréttur. Ég get ekki neitað málinu, ég hef ekkert vald til þess. Einu ákvörðun sem ég tek og hef heimild samkvæmt stjórnarskránni til að taka er að hvort að þjóðin eigi að vera loka löggjafinn í málinu, eins og stjórnarskráin gerir ráð fyrir. Þannig að það er alrangt að tala það að ég hafi neitað málinu, hvorki efnislega nýja formi til, og ég benda á það að lögin taka gildi. Svo snýst þjóðaratkvæðagreiðslan það hvort þau verði áfram í gildi. Þannig að ég bið menn að nota ekki orðið neitunarvald í þessu samhengi vegna þess að það er rangt hugtak. Ég get hins vegar ekkert velt því fyrir mér hvað myndi gerast ef færu fram þingkosningar og svo framvegis, vegna þess að það er alveg skýrt að minni hálfu alla mína forsetatíð að ég tel óeðlilegt að forsetinn sé að blanda sér inn í störf Alþingis með því að velta fyrir sér einhverjum flötum og tilkynna það opinberlega á þeim málum sem Alþingi er að fjalla eða kann að fjalla Þá væri forsetinn orðinn beinn þátttakandi í störfum Alþingis og ég tel hann að ég ekki gera það. Hans hlutverk er hins vegar að meta málið þegar Alþingi hefur lokið sinni umfjöllun. Og þess vegna get ég ekkert verið að velta vöngum yfir því hvað myndi gerast ef nýtt þing kæmi að málinu. Nú hins vegar er það rétt hjá þér að það skapast auðvitað einhver tími fram að þjóðaratkvæðagreiðslunni til þess að menn geti velt málinu fyrir sér. Og það gerðist nú fyrir ári síðan eða svo að bæði Bretar og Hollendingar og aðrir fóru að melta málinu fyrir sér á nýjan leik. Og ég minni nú á að forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar sögðu dagana fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna að nýr samningur lægi á borðinu. Þannig að það bendir til þess að það geti verið umræðuferli í gangi milli ákvörðunar minnar og þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Ég bendi líka á, bara sem dæmi eðli málsins, að sá hópur sem síðast var virkur í andstöðunni Indefence og stóð fyrir undirskriftasöfnun þá, hefur nú skilað Alþingi ítarlegri greinargerð og ég átti fund með þeim núna fyrir 2 dögum síðan, þar sem þeir lýstu því yfir að ef ein breyting yrði á núverandi samningum varðandi Ragnar Harðarson, þá myndu þeir, minnst vel flestir ef ekki allir, treysta sig að mæla með því að þeir eru samþykktir. Þannig að það getur auðvitað ýmislegt þannig gerst í málinu. Aðalatriðið er að ég vil bara taka afstöðu til þess eins og málið liggur fyrir hér og nú. En virkjar þessi grein, þú breytir raun og veru, hvort sem fólk sé samþykkt á túlkun eða ekki, þá ert þú í raun og veru að breyta á örlítinn hátt stjórnskipun landsins með því að virkja þessa 21. grein stjórnarskrárinnar, en ert ekki að setja í raun og veru alla framtíð ríkisstjórnar landsins í nokkur erfiða stöðu þar sem að núna þarf þurfa eiginlega að fara faktiskt fram En minn kæri, ég er bara ekkert að breyta stjórnskipun landsins. Já, en hinir veltuði ítarlega fyrir sér. Ég hef líka fengið áskoranir að beita málskotsréttum í ýmsum málum sem ég hafnaði. Nei, bara svo ég beiti því. Ég bara biður líka að vera ekki að nota það orðalag ég sé að breyta stjórnskipun landsins. Ég er akkúrat að beita stjórnskipunni eins og hún var hugsuð og eins og hún er eðli málsins samkvæmt, og dæmin hafa sýnt í þessum 2 fyrri tilvikum að virkar bara ágætlega. Þannig að ég er að beita stjórnskipunni eins og hún er. Ef einhverjir er ekki sáttir við þá stjórnskipan, að þá geta þeir samkvæmt þeim leikreglum breytt henni og menn hafa nú ítt úr vör ákveðnum leiðangri í þeim efnum. Nú ætla ég að taka bara örfá spurningar hérna í viðbót, sérstaklega á þeim sem ekki hafa spurt mikið áður. Byrja á þér og fara svo hérna. Eitt af því sem þú nefndir var náttúrulega þessi undirskriftalisti sem þú fékkst á föstudaginn. Það er stutt síðan, sunnudagur í dag. Horfðir eitthvað til hans eða varstu búin að ákveða því áður en að þú fékkst þennan lista? Nei, ég var í sjálfu sér ekki búin að ákveða það endanlega áður. Ég var í ákveðnu matsferli varðandi málið og síðan komu aðstandendur söfnunarinnar hingað
með þessa lista og þeir höfðu gert á einhver umræðum það hvað þetta væri áræðilegt og svo framvegis, sem ósköp eðlilegt, það hefur alltaf verið. Það var líka hér í gamla daga þegar ég var að safna undirskriftum, vísum með annarri aðferð og þeir höfðu framkvæmt svona einhverja smá áreiðanleikakönnun, höfðu hringt í 100 manns og svo framvegis og fengu út úr því að 93% af þeim sem þeir náðu í, sem var stór hópur, könnuðust við það að hafa sett nafni sitt. Nú auðvitað það ekki verkefni forsetaembættisins að vera einhvers konar matsstofnun á áreiðanleika slíkra undirskriftastofnana eða vera einhvers konar fræðastofnun sem metur það. En við gerðum hins vegar ákveðna svona könnun. Við ákváðum að hringja í fleiri af þeim sem hafðu skráð sig heldur en aðstandendur könnunina gerðu. Ég ætla ekki að fara að nefna tölur í því en það voru semst fleiri en þeir hringdu í sjálfur. Og ef ég færi að nefna tölur þá var eins og við værum einhver svona fræðileg stofnun til að meta þetta, en ég get hins vegar sagt það hér og við náðum í svona þorran af þeim sem við reyndum að hringja í og 99% af þeim sem við náðum í játuðu því að þeir hefðu sett nöfnin sín á þessa lista. Það satt sig að herra hlutfall sem kom fram í okkar athugun heldur en þeirri sem aðstandendur könnunarinnar framkvæmdu. Þannig að þið hringduð í fleiri heldur en aðstandendur könnunarinnar? Já, við gerðum það. Við bæði hringdum í fleiri og já, svara hlutfalli var hærra, þeir voru með 93% og við vorum með það byrj 99%. En þú gefur ekki upp hversu marga þið hringdu? Nei, ef ég færi að gera það, þá var eins og við værum svona einhver formlegur eftirlitsaðili, en mér finnst eins og rétt vegna þess að ég vil bara segja frá málinu að við vildum svona í ljósi umræðunar sem hafði farið fram, við höfum ekki gert það áður, við vildum núna í ljósi umræðunar kanna það, af því líka þeir hringdu ekki í mjög marga, eða þeir hringdu í 100 eða svo. Já, við tókum sem slempi úrtak úr því. Hvernig metur þú næstu skref Breta og Hollendinga ef við föllum samninginn? Já, Bretar og Hollendingar eru og hafa sýnt það að þeir eru meðal elstu og virtustu lýðræðisþjóða í Evrópu. Þeir virða lýðræðislega stjórnskipun okkar eins og þeirra eigin. Þeir hafa sýnt það að mínu dómi á undanförnum mánuðum og misserum og það eru nýja ríkisstjórnir í þessum löndum að þeir vildu nálgast málið á annan hátt en fyrri ríkisstjórnir. Ég tel til dæmis að ný ríkisstjórn í Bretlandi hafi nálgast þetta mál á allt annan og jákvæðari hátt heldur ríkisstjórn Gordon Brown og þess vegna held ég að innan þeirra vébanda sé mun víðtækari og ríkari skilningur á sjónarmiðum Íslendinga og stöðu málsins. Þetta get ég ekkert fullyrt nákvæmlega það hvað þeir munu gera, en ég vona að þeir munu íhuga þessa stöðu og fylgjast grannt með henni. Auðvitað erum við ekki að slá því föstu hér að þjóðin muni hafna þessum samningum í þjóðaratkvæðagreiðslu, ég bendi nú mönnum á það. Það eru stjórnmálaflokkar, allur þorri þingmanna þeirra sem hafa 80% fylgi í landinu sem stóðu á bak við þessa ákvörðun á Alþingi. Þannig að mér finnst alltaf snemmt að gefa sér það hér og nú að þetta verði fellt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, þú fár ekki síðustu spurninguna, fyrst þú fékkst á fyrstu. Þú ert þjóðkjörinn. Já. Þú hefur fengið vald frá þjóðinni, þar sem þú situr á Bessastöðum. Það hefur þingið líka. Þar eru 70% þingmanna sem hafa samþykkt samning. Þú hefur vald samkvæmt stjórnarskráni til þess að setja niður pennan og skrifa undir eða gera það ekki. Þetta ekki rétt skilið hjá mér? Jú. Já. Af hverju treysturðu þér ekki til þess að fara í samræmi bara við 70% þingsins? Ég búin að svara því nokkru sinnum og ég get gert það einu sinn enn. Hvað sem þú vilt átta því á því ekki að voru þetta tvenns konar atkvæðagreiðslu á þinginu. Ég að spyrja efni málsins sem að þú hefur ég er ekki að taka afstöðu til efni málsins. Mitt það hlutverk að taka afstöðu til hinnar lýðræðislegu stöðu málsins. En þú hefur talað efni málsins. Já, en fyrst þú ert að tala á erlendri grunn til dæmis. Já, þá vil ég bara rifja upp hjá hann. Að hér á Bessastöðum þegar ég tók mín ákvörðun fyrir ár síðan, þá gerir þú mikið mál úr því og fannst það nokkuð sniðugt hjá þér að ég hefði valið sem sagt hinn public will, eins og þú kallaðir það, fram yfir þína efnislegu hagsmuni málsins. Ég vona að þú sért það sanngjarn að átta þig á því núna að sú ákvörðun sem ég tók fyrir ári síðan, hún líka styrkti efnislega þætti málsins. Hún tvímælalaust leiddi af sér mun hagstæðri niðurstöðu fjárhagslega og efnislega í hinum nýja samningi
heldur en áður. Þannig að svona uppstillingar eins og þú ert með núna og þú varst með fyrir ári síðan eru bara einfallega í ljósi sögunar ekki réttar og ég vona að við höfum báðir manndóm og getur til þess að horfast í augu við það að svo uppstilling sem þú varst með fyrir ári síðan, hún eru ekki eins rétt. Jæja, þá skulum við bara ljúka þessu hér í dag og ég þakka ykkur fyrir komuna og óska ykkur allsins besta á þessum sólbjarta sundi. Takk fyrir. Ég hef ekki tekið neina ákvörðun það, þá svara ég nú engu spurningum, þannig að við skulum bara sjá til hvað gerist.